Komið sæl og velkomin í föstudagsþáttinn. Til mín komin Svava frá Litlu saumastofunni en hún var einmitt daginn að fræða fatasóun og einnota fatnað. Blessuð Svava, velkomin. Takk fyrir það. Einnota fatnaður, fatasóun, þetta svolítið vinsælt í umræðunni. Þið voruð að fræða þetta daginn. Hvernig, geturðu sagt mér eitthvað það? Það var svona smá þing í Deiglunni á þriðjudagskvöldið og voru þar fjórar að hafa meira bara svona spjall og spurningar utan úr sal og svona verið að tala svona hvernig mætti minnka þessa fatasóun og við vorum svona fræða kannski hvernig hægt væri að nýta betur og laga það sem bilar. Já, og ertu með eitthvað góð ráð fyrir okkur? Já, það ýmis ráð við því, sko. Það er mjög sjaldan sem að við vísum einhverju frá sem við segjum að sé ónýtt. Það er yfirleitt alltaf hægt eitthvað að laga og eitthvað að gera. Og fólk duglegt að koma með fatnað sem að kannski jafnvel nálægt því að vera ónýtur? Já, fólk tekur svo miklu ástfóstri stundum við fötin sín og það kemur með eitthvað sem að maður bara myndi held ég aldrei gangi í eða gæti huga nokkuð gangi í. Er misjafn. Já, það er mjög misjafn, sko. Og við bara virðum það allt saman og við lögum það sem við getum. En hvernig líst þér á svona neytendavenjurnar nú til dags? Er fólk ekki kannski að kaupa sér aðeins of mikið af fötum? Það er náttúrulega að vera að kaupa mikið, gríðarlegt magn barnaföt og annað sem að koma, sko. Og svo kannski þetta, þú ert að panta og þú kannski færð ekki gæðin í efninu sem þú heldur sérst að fá. Og þetta stundum einnota flíkur, sko. Já, fólk kannski setur ekki alveg samansemmerki, bara, já, en frábært, þetta svo ódýrt. Já, það kannski ástæða fyrir því. Stundum ert að fá það sem þú borgar fyrir. Það ekki alltaf alveg í lagi, hvorki með saumaskap né gæði í efnum. Nei. Og það þyrfti að horfa meiri í það að efnin séu góð og flíkin endist. Já, einmitt. Já. Og þá líka einmitt kannski þykir manni vænna fyrir hérna flíkina. Já. Og tilbúin til að koma með hana í viðgerð ef eitthvað að. Já, það nefnilega það, sko. Þú ert kannski að kaupa flík sem bilar rennilásin í og það dýrara að skipta rennilás heldur en að kaupa nýja flík. Já, þá kannski ekki erfitt að taka ákvörðun það. Nei, en við erum farin að heyra það meira. Fólk kann ekki við annað en að láta laga hana. Það mjög jákvætt. Það kann ekki við á hendinni. Það mjög jákvætt. Það heyrist meira núna fyrst mér. En hefur þú alltaf verið svona saumaóð, eða hvað maður kalla? Já, ég náttúrulega ólst upp við það. Mamma mín var saumakona og ég fylgdist með henni í sallaungum og fylgdist með henni í því. Og var það hún sem kenndi þér þá? Já, hún kendi mér aðalega þolinmæði við númer 1, 2 og 3 í saumaskap. Ok, og það ennþá besta reglan? Já, það ennþá besta reglan, held ég. Það var ekki, hún tók ekkert við og kláraði fyrir mig. Ég kláraði þetta sjálf, sko. Er það ekki svolítið dýrmætt leksía? Jú, ég held það sé mjög dýrmætt leksía. Hún vissi hvað hún var að gera, sko. Já, einmitt. Og hvað þeir eru 2. Já. Og já, 1 í hálfustarfi, það ekki hjá þér? Jú, við erum með 3. mannskjörni í hálfustarfi. Já, og hvað, alveg nóg að gera? Það bara mjög gott að gera, nánast allan ársins hring. Við séum stundum við séum eins og hamstrar í búri, við hlaupum og saumi. Já, og ekkert minnkar. Nei. En það náttúrulega mjög gott, maður kvartar ekki við því. Nei, en segðu mér aðeins meira í sambandi við þessa fatasóun og þetta, það rosalega mikill úrgangur, hefur maður heyrt, af textíl. Já. Eru einhver svona fleiri góð ráð sem þú getur, Sko, maður heyrir í dag, fólk mjög mikið að þá hanna upp úr gömlum flíkum, breyta, fólk að gera töskur og poka og bara ýmislegt, breyta flíkin í trefil eða eitthvað svona uppáhalds. Já, sjá einhverja svona möguleika í... Já, það oft mjög frjóar hugmyndir sem koma og nýta gamla prjónapeysur í púða og eitthvað svona. Já, þetta líka samt kannski svolítið svona gamall hugsunarháttur sem hefur kannski tapast pínlítið. Af því að ömmur og mömmur okkar kannski, við hefum ekki dreymt að henda heillegum efni þó það væri í einhvers konar flík. Það var einmitt saumað bara
til dæmis úr fermingafötunum að svo sauma bara á yngri kynslóðina. Já, einmitt. Það er ekki verið að geyma það, sko. Nei, akkurat. En hvað með eins og svona gamli dúkar og eitthvað slíkt, þú veist, er eitthvað svona snið sem maður getur gert úr slíku? Já, það er náttúrulega verið að koma með, ef ekki gat og dúk, það er verið að koma að þú getur gert kannski púða eða þú getur gert löper eða þú getur nýtt ef eru dúllur útsaumaðar eða eitthvað í púða eða hvað sem er. Og svo er náttúrulega oft hægt að laga þess dúkana, þó er eitthvað komið aðeins slís. Já, einmitt. Setja bót undir eða... En hvernig voru eins og umræðina sem sköpuðist þannig, er mikill svona áhugi, finnur þú fyrir miklum áhuga fyrir því að í rauninni nýta hlutina? Já, það er, og sérstaklega held ég, finnst mér unga kynslóðin, þannig að ég held hún skiptist svolítið í tvennt, sko. Já. Það eru umhverfissinnarnir sem að vilja nýta og laga og ekki kaupa mikið. Nei. Hugsa, sko, áður en að þeir kaupa flíkina, ég á svona eitthvað svipað, ég þarf þetta ekki. En svo kannski aðrir sem eru í tískuneyslunni, sko. Já, einmitt. Þetta er í tísku og þessi snappstjarna eða eitthvað þást í þessu, þá verð ég að fá þetta, sko. Já, en maður svona vonar að þetta sé kannski að jafnvægi sé aðeins að færast. Já, mann finnst það, þetta sé að verða meira jafnvægi. Já. Þetta sé ekki fáir furðufuglar sem að vilja gangi í notu. Er þá fólk á öllum aldri sem er að koma til ykkar með flíkur til að laga? Alveg, það er sko, alveg öllum aldri. Já. Já. Við mjög breiðan viðskiptavínahóp. Það er frábært, en tíminn hlaupum frá okkur, en takk kærlega fyrir að koma, það var gaman að spjalla um þetta og við bara hvetjum alla til þess að hafa þetta í huga, að nýta, ekki henda. Já, að gera. Og svo er alltaf að opna dyr hjá ykkur, Litlu saumastofunni. Tökum vel á móti öllum. Já, takk fyrir að koma. Takk.